Þorvaldur vill eiga við orð. Mig? Já, þig. Ertu ekki Björn? Jú. Ertu nýbyrjaður eða? Ég? Nei. Mann líður alltaf eins og maður sé gengin í leynifélag þegar maður kemur hérna niður. Þarna ertu, vinur. Eigum við með orð? Þú að skilja það, maður. Ég algjörlega milli steins og sleggju hérna. Reglugerðin verður að fara í framkvæmd. Já, sko, en ég hef nákvæmlega enga reynslu af því að þurfa... Ég meina, þú hefur talað við fólk áður, það ekki? Sko, það hefur 3 mánuði til að kynna sér máli frekar og ef það er eitthvað vesen, þá bendur þeim bara á heimasíður ráðuneytisins. Góðan daginn. Tenemos algo. ¿Cómo qué? Vino algo, cerveza. ¿En dónde?
ekki að þið látið sjá ykkur. Þegar ég hringi, þá bólar Jón einum, en leið og þetta lið kvartar, þá mætið þið hingað eins og hendi sé veifað. Það eru einfaldar umgengnisreglur hér í þessum stigagangi og fólki væri nær að fylgja þeim. Ákveðið var að einungis mætti spila á hljóðfæri milli klukkan 3 og 5 á virkum dögum og eftir klukkan 11 helgar. Þetta einhver misskilningur. Nei, klukkan 25 mínútur í. Þessi gula þarna uppi, hún eins og spiladós. Glamra sama stefi endurtekið bara eins og hún sé treg. Kunni bara eitt lag. Ég átti að afhenda þetta. Já, þetta lið að stefna mér? Nei, þetta ekki... Björn heiti ég hérna á vegum ráðuneytisins, það hefur orðið eitthvað misskilningur. Og vegum hvað segirðu? Frá umhverfisráðuneytinu, út af trén í garðinum. Út af gullregninu? Já. Minn almáttugur, fyrirgefðu mig, Björnus. Veistu, það bara svo mikið búið að ganga á hérna. Velkomin. Nei, herri, ég ætla nú alls ekki að stoppa. Þú verður að hafa mig afsakað að ég venjulega ekki svona gagt í bæinn. Umhverfisráðuneytið en yndislegt. Þegar við fluttum hingað, já, þá hugsaði ég með mér að ég ætlaði að gróðursetja til framtíðar. Eitthvað fallegt sem gerði þetta hráslagalega umhverfi ögn vistlegra. Maður verður að tala blíðlega við plöntu. Veit henni ást og hlýju, þá dafnar hún betur. Neikvætt fólk, það getur ekki ræktað neitt. Nei. Já, það eru margar gleðistundirnar sem þessi garður hefur fært mér. Ég ætla nú ekki að vera að monta mig, en verðlaunin á sínum tíma, þau komu nú ekkert á óvart. Þessi garðálfar, málar þú sjálf? Nei, þeir eru bara keyptir í garðheimum og kolaportinu. Einn eða tvo hefur sonur minn fært mér. Þetta eru svona, litlu vinirnir mínir. Hvernig læt ég? Ég mala bara og mala. Má ekki bjóða þér hersingu? Eitthvað svona ferskt í þessum agalega hita? Ómögulega, takk. Ég krefst þess. Já, því miður engan bjór. Það er ekki drukkið áfengi hér á þessu heimili. Ja, kannski vasklas bara. Já, þú ættir að koma aftur seinna í sumar. Veistu, þegar tréð fellir blómin, þá er bara eins og það rignir gulli hér yfir garðinn. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég ætla að fá mér eina. Þetta er nú svona það eina sem ég leyfi mér. Það er nú hátíðastund. Jæja, hvað er nú að fara að gerast? Já. Ég er svo spennt. Svona heimsóknir eru nú venjulega ekki í mínum verkahring. Yfirmaður minn, Þorvaldur Geir, já, hann þurfti nauðsynlega að spila á golfmóti opinbera starfsmanna á Írlandi, þannig að... Bíddu, ég ætla að tilla mér hérna undir gömlu viðurkenningunni. Já, ég er komin hingað til að kynna nýja reglugerð sem að tilgreinir að allur gróður sem að ekki var hér jarðfastur fyrir árið 1900 skuli fjarlægður. Já, fólk er gefin 3 mánaða frestu til að kynna sér málið frekar. Gullregnið hérna í garðinum, það fellur undir þetta ákvæði. Samkvæmt heimildum þá kom þetta tiltekna afbrigði ekki til landsins fyrir árið 1905. Ætli það fella tréð? Já, nú er niðurlagið komið hjá mér, held ég. Þetta lækkuði þið með rostan. Láð mér að heyra. Ég finn mig því knúna til að mótmæla harkalega fyrir hugðum áætlunum. Það er fáránlegt að veita viðurkenningar einn daginn en ætla svo að rífa tréð upp með rótum þann næsta.
Ég vona svo sannarlega, frú ráðherra, að þetta mál verði tekið til endurskoðunar. Með vinsemd og virðingu, Indiana Georgia Jónsdóttir. Já, og svo náttúrulega kennitalan undir. Mér finnst þetta bara alveg frábært. Ha? Væri heimurinn ekki litlegs og leiðilegur ef við hefðum nú aldrei neitt til að kvart yfir. Elskan, þú ert alveg búin eftir þetta áhlaup. Réttu mér einu úr rassinum, elskan. Nennur að kveiki í fyrir mig. Ég er eitthvað svo agalega kreft. Það er svo gott að fá þig hingað, Jóhanna mín. Veistu, það er bara gert daginn fyrir mig. Svo dugleg alltaf. Í hversin sem við kveikjum ljós fyrir aðra, njótum við birtuna sjálf. Annars á ég vona að Hjalti Pétur kom í land öðru hvoru með yfir helgi. Hann á bókaða silungsveið á þriðjudaginn, þannig að það má nú ekki seinna vera. Hann ætti að vera kominn. Skil ekki hvað þetta rollegt er. Athyglisbresturinn að ágerast, svei mér. Já, vitsir þörf þeim víða ratar. Ægilega ilmar þetta vel hjá þér, Jóhanna. Ég setti smá klípa karrí í hveitið. Karrí? Æ, er ekki betra að halda sig bara við uppskriftir sem virka? Hann Unnar, hann er ekki mikið fyrir krydd. Hann þolir það beinlínis ekki. Ég setti alls ekki mikið, bara svona aðeins að draga heiminn hérna inn til okkar. Einfalt og íslenskt, það hefur alveg dugað okkur hingað til. Fann svo fína síðu á netinu með allskyns verðlauna uppskriftum og þar var ein frá Víetnam og ég fór með hana upp til Hwang á annarri til þess að sýna henni og þá kom í ljós að þetta var eitthvað sem hún er búin að vera að borða alveg frá því hún er lítil stelpa. Skelfileg lykt sem fylgir þessari matagerð. Helvítis óþefur alltaf inn í stigaganginu. Já, svolítið samt eins og maður sé komin til útlanda. Næ, ég hef nú verið mikið erlendis, ég hef aldrei fundið svona lykt. En það er gaman að smakka. Í Kína, þá borðar það rottur og þau gera það örugglega hérna uppi líka. Þau eru nú reyndar frá Víetnam. Máli skiptir það, þetta er alltaf sama. Já, ég segi nú bara eins og namma sinni síðurinn í hverju landi. Við erum öll blóm hvert með sinn lit, blóm í beði drottins. Hérna er einhver óskaplega smá torkennileg manneskja. Það er hann Unnar minn, Stubburinn. Nei, hann er hérna líka þess sem er að segja minn en hann. Já, þessi þá geitn á Garðálfunum. Það er eitthvað... Ég vildi ekki að það væri ekki svona þungt í þessu skýi sem gengur hérna ögn inn í framtíðina. Í dag er góður dagur fullur af möguleikum. Ég er. Allt sem þú bætir aftan við þessi 2 orð verður veruleikiðinn. Endurtaktu. Ég er sáttur við sjálfan mig. Ég er sáttur við sjálfan mig. Ég get allt sem ég ákveð. Ég get allt sem ég ákveð. Ég er hugrakkur. Ég er hugrakkur. Ég treysti innsæi mínu. Ég treysti innsæi mínu. Ég er meira en nóg. Ég er meira... Hæ, sorry, hvað ég segir? Varstu á æfingu? Nei, við vorum bara að gera við. Það var pakning í einu bílnum. Það var útkall gerð, sko. Vá. Þú ert að biðja hana Jóhannu afsökunar. Hún hefur haft mikið fyrir að elda fyrir okkur. Já, það er líka mikilvægt að berga mannslífi. Unnar. Fyrirgeðu. Gestirnir fyrst. Gjörðu svo vel, elska. Það hobby er farið að taka aðeins svo mikinn tíma. Þetta er ekki hobby, mamma. Þetta er lífstíl. Taktu síman á borðinu, það er ófríður af þessu. Ég þarf að heyra ekki mér útkall. Hvað alla farið þeir að trufla því í miðjum matmálstíma? Þannig að það er beini í þessu. Mamma, þeir eru að bíða eftir mig strákarnir. Við berum virðingu fyrir borðhaldi hér.
og borðum í rólegheitunum. Gæjulega bræðast þetta vel hjá Jóhanna mín. Ég var alveg 14 tíma búið Esju í gær. 14 klukkutíma? Já, vorum að leita að þessari konu hana. Varst það þú sem fannst hann? Nei, ég fann hana næstu í. Hún er alveg típist. En ég hefði pottitt fundið hann ef ég var undanfari. Maður verður að vera raunhæfur. Stilla væntingum sínum í hóf. Undanfari? Já, það er fyrstur á vettvang og hef leyfið fyrir forgangsakstri. Þú veist, eins og löggan. Ég vil að þú akir á löglegum hraða. Ég er ekki hrifin af því að þú sért að láta bera á þér á almannafæri. Þú veist að það er fylgst með okkur. Takk fyrir mig, ég ætla að flytja mér yfir til. Já, maður veit náttúrulega aldrei hvenær brestur á. Slysin gera nú ekki boð á undan sér. Það er nefnilega málið. Ég er eiginlega alveg bensínlaus, sko. Það er 3. dagur. Já, ég veit, en ég geti þá bara fengið minna næst. Þú voru að láta peninginn duga þér út vikuna. Já, það er bara dálítið erfitt, sko. Herbergið þitt er alltaf klárt þegar þú vilt koma aftur. Nei, kosturum við að búa í Engihallanum, það er náttúrulega bara beint streiknir í hús. Náðu þá í kassan. Þú verður svo að rúla niður á Grettisgötu til hans Jónasar. Nei, ég er að flýta mér. Hann bíður eftir þessu, drengurinn. Mamma, ég er orðin allt og seinn. Náðu í pokann. Neðri státur. Þarf maðurinn á öllu þessu að halda? Ja, hann er yndislegu drengur, hann Jónas. En kerfið hefur algjörlega brugðist hann. Heppinn að eiga svona hauk í horni. Varstu búin að þvoa? Ég gerði það, vinurinn. Mamma þín, hún var svo óbúslega slæma mígrænunni í gær. Unnar minn. Já. Lífið er ekki auðvelt. En við tökumst á við það saman. Þú hringir svo þegar þú ert búin að þessu stússi í kvöld. Já, en það verður mjög seint. Já, mér finnst betra að þú hringir. Og ef Jónas gaukar að okkur einhverjum þakklætisvotti þá setur hann á öruggan stað. Já, gerðu það. Þú lofar því? Já, ég lofa því. Gott kvöld, kæru landsmenn, og verið velkomin í Lottó. Potturinn er þrefaldur í kvöld og það er ekki amalegt að hefni bankað upp á hjá þér í kvöld. Já. Er Jónas heima? Jónni, það er verið að safna. Blessaður. Æ.
Geðu okkur smá. Þú hittið alltaf illa á akkurat núna, ég er gesti. Já, ok. Bara sama seinast. Já. Ég skilaði kveðið til mömmu þinnar. Til þess að því eins og segir, þetta svona leiðin inn í valdastéttinni hér, til dæmis í viðskiptalífinu. Þú ert allt útitekinn. Mætti halda þú verið að koma frá Kostaber. Það var sól upp á jökli, sko. Getur sett allt í uppnám með þessari vitleysu. Þú verður að leggja inn formlega beiðni fyrir fund með ráðherra. Þetta hryðjuverk. Andlegt hryðjuverk. Lífið hefur ekki farið mig mjúkum höndum. Fátt í þessu lífi sem gleður. Það vefjagigtin, sá duldi fjandi og síþreytan sem hefur hrjáð mig alla tíð. Að ég nú ekki tala helvítis mígrænið sem ég hef þurft að glíma við. Og öndunar erfiðleika vegna astmans. Þegar ég gróðursetti þetta tré, þá var ég í mikilli sorg. Átti miklum erfiðleikum meðan unnar minn. Hann var mjög erfitt barn og mikill sjúklingur. En ég fann frið í sálinni við að annast þetta tré. Fyrir það lifi ég. Skiljið ekki, ef þið takið tréð, þá rífið þið lífsneistan úr brjósti mínu. Þetta tré og ég erum eitt. Það er forsenda þess að ég fungera. Hæ, amma mín. Þórður var nú að segja með athyglisbrestinn. Hann heldur að þetta sé raun greining. Já, hann er yfir, sko. Hann sagði að ég væri pottþétt allavega ekki lengur með athyglisbrest. Vildu meina að þetta geti verið eitthvað sem myndi eldast ammanni? Hann ætti nú að vita það. Hann hefur verið kjörinn maður ársins og bylgjun og allt. Rítalegni virkar að minnsta kosti ekki lengur á mig það. Það nýtist Jónasi betur. Slepptu mér, manneska. Hvað er það? Bróðir minn, hvað er það? Ég skil ekki orð af þessu sem manneski er að segja. Þetta vera Ling, þú muna. Hún bara hjálpa. Ég er bara heim núna. Hann hafði hann verið í útlöndum. Við leggjum upp frá Fljótsdal í samfloti við hina með allan búnað. Tökum líka nætursjónauka með, ef við skildum að við næturútkall. Förum við í einum reyk? Já.
Göngum upp í efsta skála og hefum strax handa við að sletta palla, tjalda, mók og skarir og hlaða. Klifurhópurinn getur svo hægt á sunnudags eftirmiddag. Ísinn er víst freka þunnur. Það ætti að vera ágætur. Já. En við erum að leggja þetta seint af stað. Væri kannski betra að gista á Akureyri fyrstu nóttina og keyra svo áfram í dreka bara morguninn? Já. Þetta skiptir ekki skömmum hvort við komum seint á föstudag, snemma laugardags. Það voru bara betur hvíld. Þessi fjöll er ekki að fara neitt. Takk, vinnur. Ef hann myndi sleikja meira, myndi hann hverfa upp í raskatið á honum. Gaurinn er fertugur eða? Hann verður orðinn undanfari bráðum. Kallinn dýrkar hann. Gunnar. Þú komast ekki á kynningafundinn. Getur þú sýnt henni þetta helst á? Svaraði ef eitthvað er. Já, þetta. Óttir. Ég skil ykkur þá eftir hjá hann Unnar hérna. Þið eruð í góðum höndum. Unnar? Sæll, Stefán. Ég mun eftir þér frá Skjól. Þá heimsækja amma þinn. Já, akkurat. Skrítið. Ég ekki hugsað að vera típa í svona björgunarsveit. Já, ég er full gildur, sko. Já, þetta eru bækistöðvar landhópsins og margir eins og Þórður eru þjálfaðar á sviði fjallabjörgunar og auk þess erum við með sérþjálfaða leitar- og skyndihjálparhópa. Það þarf margvíslega þjálfun og hæfni til að takast á við verkefnin. Og við getum bara að byrja strax. Já, þá getur byrjað í úlíkadeild og svo eru þetta á 18 og þá getur þú sótt að gera snílið. Og hvað gerir maður þar? Já, tekur þú til flugeldasölunni og fyrir landsmótið og... En þarf maður að mæta oft. Ég er nefnilega líka í borðtenni, sko. Þetta er bara fyrir þá sem eru tilbúinir að gera björgunarstörf á lífstíl. Já, svo við höldum áfram hérna, þá er stjórnstöðin hérna. Allir þurfa að starfa sem nýliðar í 18 mánuði áður en þeir eru teknir inn sem fullgildir. Þá hætti allir geta starfa í björgunarsveit. Nei, ekki allir. Þetta er spurning að hafa tíma til að vera virkur í starfinu og getur verið erfitt fyrir fjölskyldufólk. Hvað þurfa ég að gera? Þurfa ég að eiga mikið af dóti? Nei. Það þurfa ekki að vera nýjustu græðunar. Það er bara nóg að virki. Þú byrjar að taka grunnnámskeið og eftir það getur þú valið sérhæfara. Ég er til dæmis að æfa síu núna og stefnaði að vera undanfari. Í hverju ert þú góð til dæmis? Ég hafa hjúkrunarmenntun frá heima í Pólland. Sérgrein í íþróttaþjálfun, hjálp eftir slys, líðir og vandamál með fólk sem þurfa að læra að ganga. Ókei. Já, eftir 18 mánuði þá getur þú tekið nýliðaprófið og ef þú stenst það þá þróttu tekin inn og mátt fara í útköll og... Spennandi. Já. Og ert í góðu formi og... Ég ganga mikið. Já, það er mikill kostur. Halló. Halló, er það Agnes? Hver er það? Já, við skulum segja, ég heiti Logi. Ég sá kveðinu sem þú skildir eftir. Já, halló? Já, sæl. Hæ. Stundvís eins og alltaf. Já. Mér finnst bara eins og sé heil eilíð síðan síðast. Já, það er nú bara vika. Það er svo gott að heyra röddina þína. Hvað segirðu? Hvað hefur verið að bralla?
Maður öfundar nú ykkur kennaran á þessu langa sumarfríi. Já, nei, ég hef bara aðeins að ditta að, svona. Ég vissum út handlaginn. Já, maður bjargar sér. Jeffrey, maðurinn minn, blessi sem minning hans, hann var líka ofboðslega góður í öllu svona verklegu. Ég kallaði hann alltaf handlagna húmanistan. Já, það eru mörg handtök þegar maður er með stóran verðlaunagarð. Hvar ertu? Ég er aðeins að bæta heiti í baðið. Aðeins að slaka á. Svolítið svona þreytt eftir daginn. Já, mér finnst voðalega gott að fara í sund. Fín laugin hérna á Hvolsvelli. Og það er svo gott fyrir heilsuna að hreyfa sig og fá ferskt loft. Ég er þakklátt fyrir góða heilsu. Veistu, mér hefur ekki orðið misdægurt sem ég man eftir mér. Hvað? Er allt í lagi með þig? Já, það var silfurskotta sem að skaust hérna yfir baðherbergisgólfið hjá mér. Fyrirgefðu mér bara brá. Já, en ég var nú bara smeykur eitt andartak. Viltu yngra andartak, Andona? Já, aldrei. Fyrirgefðu, ég var bara að stíga upp úr baðinu. Já, ekkert mál. Ég ætla aðeins að láta kvöldgóluna þurrka mig. Ertu nakin? Já. Það sér mig enginn. Það er svo mikið privacy hérna á netinu. Ég hef verið að velta fyrir mér. Hvort við hættum ekki að láta verða að því að hittast. Ég væri ekki nema 2 tíma í bæinn. Ég er þakklátt fyrir félagsskapinn, en... Verður aldrei einmana? Jú, það koma stundir. Veistu, ég er bara ekki tilbúin til þess að hleypa einhverjum inn í líf mitt akkurat núna. Ég er ennþá í sorgarferli, skilurðu. Ég skil það. En veistu, mér finnst einhvern veginn eins og þú sért hérna. Röddin þín, hún umvefur mig. Það er eitthvað í raddblænum og afstöðinni til lífsins sem minnir mig á Jeffrey. Er mamma heima? Hæ, já. Mammi, Jóhanna Dægæ. Hvernig gengur? Ertu búin að fá að frétta eitthvað utan? Nei, ekki ennþá. Kannski í vikunni.
Ég vissum að þetta á eftir að ganga alveg glimrandi. Já, ég vona það. Hugrekki eins og vöðvi. Við styrkjum hann með notkun og mundu bara að við konur höldum upp í hálfum himninum. Hæ, Jóna. Hún að vera svo fullorðinn. Já. Ég að rauka húsfélagsgjöldin. Ég lækka í morgun. Yndislegt. Þeir eru alveg frábærir. Henta kannski ekki úti, en gott að skottast á þeim inni. Þeir eru svo léttir. Gaman að heyra það. Já, heyrðu, ég að safna hérna undirskriftum fyrir hana Indíunu til að bjarga trén hennar. Það hefur veist mjög hart að henni. Ríkið vill að hún fjarlægi tréð. Nú? Einhver reglugerð, en það skiptir hana svo miklu mál og það er svo mikið prýði af því. Væri leiðilegt? Takk. Heyrðu, ég ætla svo að koma við hjá þér á morgun og sýna þér nýjar myndir frá Vietnam sem ég fann á netinu. Welcome. Quiero ver Terivito, venga. Por favor, miren a estas fotos. 1, 2, 3. Reglur og reglur. Við höfum fengið þennan ferðarstyrk í 15 ár. Unnar mjög slæmur af vatnsmannum og heitt sjávarlofti gerir honum gott. Þetta stendur allt í umsókninni frá í fyrra. Heilsufar hans hefur ekkert breyst. Hæ, Eskan. Já. Tippexaði bara yfir gamli dagsetninguna. Við höfum farið í þessa sólarlandaferð án vandræða hingað til. Þetta er spurning um líf og dauða fyrir drenginn. Takk. Vertu sæl. Ég kom með póstiðinn og reikningin fyrir húsfélagsgjöldunum. En það gengur bara vel að safna undirskriftum. Allt í lagi, Eskan. Á að hjálpa þér? Æ, mömmu. Mikið ertu sæt, Eskan. Ég get bara ekki hort upp á þig. Kveljast svona. Ég hef svo miklar áhyggjur á hann Guðmundi á 3H. Hann hefur ekkert svarað. Hann er bölvagrei. Það er bara svo leiðilegt þegar fólk spilar ekki með. Það er bara eins og hann get ekki munað eftir að fara í tunnurnar. Einhver er nú athyglisbresturinn þar. Já, ætli það ekki bara. Já, láttu mig það ekki á. Æ, ekki veit ég hvað við gerðum án þín, elskan. Ekki segja þetta. Við erum nú bara hérna hvert fyrir annað. Er það ekki þannig sem samfélag virkar? Jú. En það er eins og það séu álög á 3H. Það bjargaði mér að vera ekki drykkjumanneskja. Já. Hjalti Pétur getur nú eiginlega ekkert drukkið þegar hann er úti á sjó. Það er nú kannski bara kosturinn við sjónvarpslífið að vera bara það sem hann nær ekkert í þetta. Já, hann skvetti nú duglega í sig þegar hann kemur í land. Já, ég skil það nú alveg aðeins svona létta á sér eftir langan túr. En það er bara fyrir 2 dagana í inniverunni. Hann tekur það bara svona hratt út og svo hvílar hann sig. Veistu, ég er óvenju slæm í dag. Það er jólakökubibbi á borðinu, þegar þú vilt, elskan. Hann Unnar, hann fékk eitthvað smáræði frá fjölskylduhjálpinni núna á miðvikudaginn. Byrjar þetta gula? Já, hún er að fara í próf í lok vikunar. Hrokin í þessu. En hún er svo elskuleg. Undrabarn í rauninni. Dúksaði í gagnfræðaskóla með nærri 10 í meðalengum. Valli í íslensku? Já, hún náttúrulega fæddist hérna. En þú tala við hann á kínversku? Nei, víetnösku. Hugsaði, 17 ára gömul og hún er búin að sækja í bandarískan tónlistarháskóla. Það senda barni frá sig, ég skil ekki svona fólk. Bróðir hennar er náttúrulega þarna. Hvernig afskotan hefur fólk efna á þessu? Þau eru svo útsjónasöm þarna í Asíu. Þau eru búin að ná að greiða niður íbúðina og borga háskólanámi fyrir báða og yngri. Það er bara eins og þau sjáu lengri en ef þeirra nær. Merkilegt.
Allt í lagi, skan. Á ég sækja vatn fyrir þig? Á ég sækja lyfið þín? Ábendingar þínu var teknar til skoðunar vegna sérstakar aðstæðna. Íslenskt tré í staðinn. Þetta svolítið spennandi. Einhver andskotans Birgir-vísla. Andskotans pólitíkur. Svo lengi sem ég lifi, ég mun aldrei láta þetta líðast. Íslenskt. Þetta þeim ekki í hug. Ég alin upp í gullrætt. Það var allt morandi af þess á melónum. Þú ættir að syngja eitthvað og fá að tala við yfirmann. Ætlar lögreglan að fara að blanda sér í þetta? Nei. Jú. Þá bara síga mann lögreglunni af því maður með tré í garðinum. Þessi sonur minn fáviti. Á ekki að leyfa þessum drenga. Umferðarlagabrot. Þetta eru allar bílabæturnar hans. Þetta eru einn af þessum myndavélum. Er þetta í Hvalfjarðargöngunum? 102 kílómetrar á klukkustund. Ég er margt búin að segja honum. Er þetta Unnar? Já, hann er bara skelli hlæjandi. Ofsa raða, hvað getur mögulega verið svona fyndið? Kannski þessi sem situr við hliðina á honum. Er þetta kvenmaður? Hver getur þetta verið? Þetta er ekki þú? Nei.